fjöllum stríðið í Úkraínu og allt sem að því tilheyrir. Hérna seinna í þættinum að þá kemur til okkar Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur. Hann Rússlands menntaður, rússnesku mælandi og fylgist vel með. Það sem að mér langar til að spyrja hann sérstaklega eru svona valda uppbyggingin í Rússlandi. Hverjir eru í innsta hring Pútins og þaðan í kring? Hvernig halda stjórnvöldar völdum? Hann hefur góða innsýn inn í það en ef ég þekki hann rétt þá mun hann örugglega tala ýmislegt annað tengt þessum málum. En það fyrst og fremst þetta sem ég ætla að spyrja hann En við byrjum vanalega á því að fara hér með Tjörvarsjött yfir svona stöðun á vígvellinum og við skulum halda okkur við það þó að kannski fréttirnar frá því að við hittust þetta síðast hafi mest verið langt frá vígvellinum, langt inn í Rússlandi. Það skulum við halda okkur við það. Hvað raunverulega að frétta af stríðinu sjálfur? Já, það hefur ekkert voðalega mikið gerst á vígvellinum á meðan þessi uppreisn Prigozhin og Wagner átt sér stað sem alltaf stóra fréttin og komum að það eftir En sem sagt uppreisnin hófst víst á föstudaginn og þann dag var bara mjög rólegt yfir allir víglunni. En það var síðan á laugardaginn, það daginn sem að uppreisnin endaði, að þá byrjuðu aftur einhvers konar átök vítt og breytt víglunina. Var þá eins og Úkraínumenn ætluðu að nýta sér glundroðan í liði Rússa eða eitthvað slíkt? Já, mögulega. Þeir reyndu að sækja fram á mörgum stöðum en það bara sama sagan eins og hefur verið frá upphafi frá því að gagnsóknin hófst. Það hafa verið stöður árásir á ýmsum stöðum á víglunni og það ennþá bara barist á gráa svæðinu þegar við ekki tekist að brjótast í gegn. Við getum séð hérna kort af því hvernig víglunni lítur út. Þessi rauðu örvararnar, þær sýna þessa staði þar sem að Úkraínumenn hafa verið að sækja fram. Það náttúrulega þarna aðalsóknarlínurnar eru þarna hjá Órikív í Zaporizhzhia héraði og hjá bænum Velikano og Silka í Donbass héraði og svo hafa við líka verið að sækja fram hjá Bakhmut, svona við flanks á Bakhmut, eins og segja. Þeir hafa verið að sækja fram þar líka Og grænasvæðið á kortinu það sem að Rússar hafa náð og halda. Og svo náttúrulega ég greindi frá því sérsta þætti að Rússar virðast að hafa verið að byrja að sækja fram þarna í norðurhlutanum hjá Kupiansk. En það ekkert voðalega mikið að frétta þar heldur. Þeir sóttu fram einhverja 2 kilometra og eru komnir að útjaðri borgarinnar en annars ekkert voðalega mikið nýtt að frétta. En kannski það helsta sem hefur gerst á víglínunni að Úkraínumenn fóru yfir í Kherson héraði hjá Antonovski brúnni. Við getum séð á næsta korti. Sem brú yfir hvað? Yfir Dnépfljótið. Þetta fyrir neðan stífluna. Já, og sömuleyti skiptist víglínan, áin skiptir landsvæðunum. Já, hún náttúrulega víglínan. Þannig ef þeir alltaf sækja fram þá verður að finna leið til þess að flytja herlið og gögn yfir brúna. Já, og það eins og núna hefur vatnsborðið lækkað eftir að stíflan rofnaði og þessi brú ónýtt. Við getum séð á næstu mynd hvernig hún leit upphaflega út áður en að stríðið brust út og svona leit hún út fyrir stríðið og svo á næstu mynd sjáum við hvernig hún lítur út í dag. Af því að þegar Rússar hörfuðu tilbaka frá Kherson héraði sem var í september í fyrra þá hörfuður yfir þessa brú og svo var hún sprengd og eyðilögð í framhaldinu og núna hefur Úkraínumönnum einhvern veginn tekist að koma einhverju litlu herliði yfir brúna og á svokallað bridgehead Rússa megin þarna Við vitum ekki hvað verður úr því hvort að þeir nái eitthvað skiluru að ganga fram með það því að Þeir þurfa að ná einhverju svona leið til þess að komast yfir fljótið. Já. Annars stoppar fljótið þá bara, eða ekki? Jú, þetta sýnir að þeir eru að reyna að sækja fram yfir fljótið, en það náttúrulega mjög erfitt að vera komin yfir á hinn bakkan og halda áfram einhverjum aðgerðum þar, því þeim erfitt að koma gögnum og vistum yfir fljótið, skiluru, og með svona lítið lið, skiluru, og svo hafa þeir líka áður verið að reyna að koma yfir fljótið á einhverjum bátum og eitthvað, já, sem eyjum sem eru neðar í fljótinu, þannig að ég veit ekki hvað verður úr þessu, en þetta allavega það sem hefur gerst á víglínunni, Þú sagði frá því síðast eða þar áður að Úkraínumenn væru ekki að nota eiginlega öll herfylkin sem að hefðu fengið þjálfun á Vesturlöndum. Það verður bara 3 af 8 ef ég maður rétt. Er það ennþá staðan að þetta ekki svona fullur þungi í gagnsókninni? Það rétt að þeir hafi ekki sent allar herleiturnar á sama tíma og það líka þannig í hernaði að þú reynir alltaf að halda reserves, þú reynir alltaf að halda einhverjum reserves, af því ef að kannski anstæðingurinn myndi fara í gagnsókn þá þarf það að vera með eitthvað til þess að stoppa hann af líka. Þannig að, já, það er vissulega rétt að þeir hafa ekki sendt allar herleiturnar í sóknina og við getum ekki sagt nákvæmlega hversu mikið af þeim eru að taka þátt núna
en sko fréttirnar sem við höfum heyrt af því hvernig gengur á mannfallinu, það eru fréttir af því að þeir eru mist hátt í sko 20-30% af öllum þessum vestrænu skriðdryggum og faratækjum sem þeir hafa fengið, það er sem Bradleys til dæmis og Leopard skriðdryggum sko. Og þetta er ekki bara rússneskar heimildir, þetta hefur líka verið staðfest í sko vestrænum heimildum sko, að þeir hafa mist hátt í 20-30% af þessum vestrænu vopnum, skriðdryggum og faratækjum. Og svo getum við séð næstu frétta sko, Zelenski hefur sjálfur verið að tala um það að sóknin gengur hægt, segir hann sko. Já. Það var eiginlega að byrja fyrir rúmri viku sem var að draga í land, eiginlega síðasta stórsóknin sem hefur verið fréttir af, var það ekki bara 17. júní á laugardaginum þar síðustu helgi? Jú, hún hófst þá og það var í nokkra daga sko og það var svona mikið verið að segja fram á mörgum stöðum, en það var líka núna laugardaginn, ég get ekki sagt hvort það sé stórt, ég hef ekki heyrt jafnvel fréttir af því sko, núna náttúrulega eru allar fréttirnar af uppreisn Prigozhin sko. En þá komum við að því, það var náttúrulega þetta var eiginlega aðalfréttin í heimspressunni. Það var aðalfréttin allstaðar, enda spennandi frásögn, herlið á leið til Moskvu, valdaránstilraun. En það er spurningi sko hvað raunverulega var að gerast, en ef við býðum með það og veltum fyrir því sko hvernig var eiginlega frásögnin í fjölmiðlunum af þessu. Já, það var svolítið merkilegt að fylgjast með, sérstaklega sko á laugardaginn, það þetta blossaði alveg upp og það var mikil yfirlýsingagleði í fjölmiðlunum og sérstaklega hjá svona greinendum og skýrendum í sjónvarpinu sko, og það var bara verið að lýsa því yfir að núna væri valdarán í gangi, Rússland að leysast upp í borgarastyrjöld og beinlínis að gefa það í skyn að Pútín yrði steypt á stóli og það þýðir þá náttúrulega skilur að Rússland bindur hrynja og þeir myndu í framhaldinu tappa stríðinu í Úkraínu sko, það var svona það sem var verið að gefa í skyn og það var svona verið að fagna því sko. Ég talaði nú við Albert Jónsson, öryggissérfræðing, starfaði lengi í forsætisráðuneytinu og sendi herra bæði í Moskvu og Washington, mikill NATO-maður. Hann var hérna fyrir hádegi á laugardaginn. Hann sagði eitthvað svona, hann spáði því að þetta myndi fjara út þann daginn. Það eru bara nokkru klukkutímar sem eru eftir. Af því hann hafði ekki trú á því að svona fámennt lið gæti raunverulega gert valdarán, þetta var ekki hægt að líta á þetta sem valdaránstilraun. Eina leiðin væri svo að svona helstu stofnanir rússnesks samfélags myndu styðja þetta, sem síðan gerist ekki. En það voru ekki allir jafn varkárir og Albert í getsögnum sínum. Nei, það voru ekki allir jafn varkárir og hann og það voru margir greinendur sem kom með ansi stórar yfirlýsingar sko. En eins og segir, ef þú skoðar þetta bara svona, ég áttaði mig alveg á þessum tíma sko, ég leita ekki á þetta hafi raunverulega valdaránstilraun, við komum að því eftir sko, kenningar hvað raunverulega þetta var sko, það eru margar mismunandi skýringar sko. En jafnvel þótt að hafi verið valdaránstilraun, eins og segir, ok, þeir eru með þarna einhver bílalest á leiðin til Moskvu og það er talað um þetta hafi verið einhverjir 12-17 trukkar, nokkur undir hermenn og jafnvel þó að þeir hefði tekist að komast inn í Moskvu og að hertaka varnarmálaráðuneytið eða jafnvel Kreml, hvað svo? Prigozhin var við stattur í Rostov, jafnvel þó að hann hefði verið stattur og hann hefði steypt Sjóigu varnarmálaráðherra á stóli og komið sér fyrir í varnarmálaráðuneytinu því það að hann hefði náð völdum í landinu. Auðvitað ekki, skilur við, þú veist, og hversu sko geta þessu nokkur undir hermenn í þessari bílalest farið að herja á Moskvu gegn undir herliðinu þar, skilur við. Þegar þeir eru ekki með neitt sko þú veist, það var alltaf herin sem að sér þeim fyrir öllum skotfærum og gögnum og svo framvegis sko. En líklega, og ég heyrði það og þú heyrði það náttúrulega, að á laugardeginum voru menn að spá fjöldaflótta úr rússneska hernum, menn voru að spá því að þessi leið Wagner-liða til Moskvu myndi setja í gang einhverju atburðarás, þannig að myndi gerast eitthvað. Og kannski getum við vorkjönd það sérfræðingur sem kallaði til þess að útskýrta, því að sumuleyti var þetta mjög sérstakur viðburður sem á sér ekki, það er erfitt að finna einhver fordæmi, menn voru byrjað að grafa í rómverska sögu til þess að finna svona málalega uppreisnir. Já, hann Illugi Jökulsson kom með fæslu það sem að sagði að Galbaður leið til Róm, þannig að hann er að vísa í sögulega atburði þegar að keisarum var steypt á stóli og svo framvegis sko. Og eins og segi, svo var Timothy Snyder, hann er þekktur fræðimaður og uppáhald hjá mörgum svona sem að greinendum sem að eru að spá í Rússlandsmál. Hann tók beinlínis þátt í falsfréttaflutningi, það var frétt af því að Pútín hefði sko flúið Moskvu.
Það sést í flugvélar hans fljúga í norð-vestur. Timothy Snyder, hann tók þátt í að dreifa þessum falsfréttum sko. Og það líka merkilegt við þetta að það voru alls konar svona upplýsingaóreiða og falsfréttir í gangi á þessu tíma til þess að reyna að magna upp sko, til þess að reyna að skapa þessa ímynd að Rússlands samfélag sé beinlínis að hrynja sko. Og ég var að tala sko að ég sá strax í gegnum þetta frá upphafi að því að það svo augljóst að það verður ekkert sko raunlegt valdarán eins og ég tóði hvað eiga þessir Wagner-liðar í þessari bílalest að gera skilur, þegar ná allir í Moskvu á sitt vald skilur. Og svo náttúrulega flutti Putin ræðu þarna í hádeginu sko á laugardag og það sem hann fordæmdi þetta sko orðið sem hann notaði var treason landráð. Já, landráð og hnífstunga og fleira hann var og sagði að þeim yrði refsað. Já, og þá sko stigu allir fram, allir sko borgarstjórar og fylkisstjórar í Rússlandi og lýstu við stuðningi við Putin sko. Og allt embættismannakerfið og allur herinn og allt leyni lögreglukerfið þannig að það var engin Tjetjenarnir líka sem er valdabatteri í Rússlandi og náttúrulega Kadyrov sem er náttúrulega diggur vinnur og stuðningsmaður Putins en það leiðtogi Tjetjeníu og hann fór með sína herdeild og umkringdi Rostov sko þannig að þeir leiku líkil hlutverk í að bæla þess að uppreist niður sko og þannig að það er eins og enginn hafi sko stigið fram til þess að styðja Prigozhin eða gegn Putin sko. Þannig að það var alveg svona yfirgnæfandi einhvern veginn sko stuðningur og allt samfélagið og allt kerfið þjappaði sér saman á bakvið Putin sko í þessari svokölluðu valdaránstillögu. En Prigozhin er ekki pólitísk fígúra beint í Rússlandi. Það er ekki hægt að benda á að hann standi fyrir eitthvað. Hann hefur gagnrýnt hernaðinn en það er ekki hægt að líta á hann sem stjórnarandstöð í Rússlandi eða það er alltaf að tala um að hann hefði svokölluð political ambition sko. Eins og við klárum þessa fjölmiðlumfjöllun áður en við förum að tala um atburðarásina. Við sáum það er góð grein hjá Max Blumenthal hjá Grayson, við sáum næstu mynd sko. Það sem að hann lýsir þessu þannig, the real casualties of Russian civil war, the Beltway expert class. Hann segir sko að raunverulegu sko fórnarlömb þessar valdarástilraunir eru þessir vestrænu sérfræðingar sem komið með þessar stóru yfirlýsingar að því að það hefur verið sýnt fram á hvað höfðu stjórnfélagar rangt fyrir sér. Og sérstaklega þessi Annie Applebaum, hún kom með grein í Atlantic, getur séð fyrirsögnina á næstu grein. Russia slides into civil war. Það er næsta mynd. Sem að hún komi bara á laugardeginum. Eða já, þetta var sett áður en að náttúrulega sko uppreisnin var flautuð af það var klukkan 5 held í íslensku tíma sem það gerist. Það var bara fljótlega eftir hádegi sko. Þau tóku Rostov kvöldið eða kvöldið áður og lögðu svo að stað til Rússlands með einhvern liðsafla til Moskvu til Moskvu og ávarpið var síðan í hádeginu og allt búið klukkan 5. Já, alveg rétt sko og þessi grein kom út á morguninn sko og yfirlýsingum að Rússland sé að sko steypast í borgarastyrjöld og það voru margar aðrar svipaðar yfirlýsingar og ef við sjáum sko næstu mynd þá er bent á rússneska borgarastyrjöldin sem endist í 1 dag sko. Allir fóru bara heim. Þannig að þetta er svona eins og Max Blumenthal bendir á sko að það fóru náttúrulega ekki allir heim sko sem fóru til Hvíta-Rússlands. Já, náttúrulega Prigozhin fór til Hvíta-Rússlands sko. Að raunverulega fórnarlamb þessar borgarastyrjöldar, þessara valdaráns, það hafi verið þessir yfirlýsingaglöðu sérfræðingar sem komu ansi stórirtar og yfirlýsingar í upphafi dags náttúrulega. Það var í morguninn laugardaginn þegar alveg bara fjölmiðla fárið bara blossaði upp sko þetta ástand sko. En svo við tölum sko Prigozhin og uppreisnina sjálfa. Ef við sjáum þetta næstu mynd. Hann beinir hann hefur alltaf beint seinni gagnrýni gegn þeim Shoigu, Gerasimov þessi tveir á myndinni, Shoigu og Gerasimov það er Shoigu sem er varnarmálaráðherrann og yfirmaður hersins sem er til hægri hægra megin og svo Gerasimov sem er sko chief of staff eða yfirmaður herráðsins sko. Og það er svolítið merkilegt sko ef að þið hafi fylgst með því sem að Prigozhin hefur verið að segja í sínum myndböndum þar sem hann hefur náttúrulega rantað og komið með ýmsar yfirlýsingar að hann hefur aldrei sagt eitt stakt gagnrýni orðum Putin. Gagnrýnin hans hefur alltaf beinst að þessum yfirmönnum hersins sko. Þannig að það er líka svolítið merkilegt þess vegna líka sá ég og tel að þetta hafi ekki verið valdarán af því að þetta beindist gegn þetta snýrist mjög mikið persónuerjur hans við yfirmenn hersins. En hann heldur í fram að svona innst í kjarnin í kringu Putin hafi sé að ljúga að honum, hafi narrað hann út í stríðið, þannig að hann er eiginlega að halda því fram að sko að Putin sé svona handbendi illra ráðgjafa. Já, þetta er hans svona narratív sko. Og svo náttúrulega sko var réttlætingin hans þegar hann hóf uppreisnina svo að það hefði verið gerð sko
að rússneski herinn hefði gerð árás á Wagner-sveitirnar og hann birti myndband af því sem að síðan komur rauninni verið í ljós að hafa verið feika því það sýnir bara einhver brotin tré út í skógi og einhvern lítinn eld í einhverju hólu, það er enginn sem að trúi því að þetta sé sönnunin raunverulega eldflaug árás sko. Og það hefði verið kveikjan á uppreisninni og svo var náttúrulega sko þeir sem að fyrst með fréttum að áður var náttúrulega þarna fréttin þegar að það var sagt að rússnesk herdeild hefði sko skotið á Wagner-liða og þeir handtóku yfirmannin sem að sagður hafa verið drukkin og eitthvað þannig að það er búin að vera svona sko deilur á milli Wagner og hersins sko. Það er sem þetta snýst og vilji hersins á að fella Wagner-sveitirnar undir heraga og undir herinn en Prigozhin hann vill það ekki, hann vill halda Wagner-liðum sjálfstæðum. Já, þetta er kannski rótin af deilunum. Þetta er það sem að ég og við teljum að sé raunverulega það sem þetta snýst sko. En ég voruð varfið sko núna eftir þessar atburðir gerðust að þá voru alls konar skýringar og kenningar. Förum bara yfir það. Kenningin, hvað í veröldinni gekk á? Númer 1, að þetta er deilur Wagner-liða við herinn og fyrst og fremst Prigozhin. Já, sko, ég borið kennsla á minnsta kosti 4 kenningar og ég skipti með 2. Það eru sko 2 kenningar tvær ólíkar kenningar þetta hafi verið raunverulegt valdarán. Við komum með þeim að eftir. Svo eru 2 kenningar þetta hafi ekki verið valdarán og við byrjum á þessari kenningu sem við teljum vera líklegust og já, byrjum bara á henni sko þessar 2 kenningar þetta hafi ekki verið valdarán. Það er fyrsta lagi að þetta snýrist sko deilur Prigozhin við yfirmenn hersins og þetta snýrist það að það átt að færa Wagner undir herinn. Já, það búið að vera fréttir af því bara í vikur og mánuði að það sé markmiðið og verið talað það á tímabili eins og sé búið að ákveða en það sé ósætti hjá Prigozhin og fleirum í Wagner-liðum. Já, sko það er sett einkenningin en hinn er svo að þetta hafi allt saman verið leikrit og hluta svo kallið psy-op sko. En ok, það þarf ekkert að kannski tala nánar það sko. Það er einkenning sem að heyrist alveg oft sko. Já, og hvað er hún þá? Hver er þá höfundur leikritsins? Já, þá er hugmyndin svo að höfundur leikritsins er Putin og hann sé að spila svo kallega 40 chess þannig sko. Og það er ýmsar skýringar sko. Það getur mögulega verið svo að hann hafi verið að draga andstæðingar sín í stjórnarkerfinu fram með einhverju svona leikriti sko. Eða að það hafi verið að reyna sko þetta hafi verið það sem er kallað á rússnesku maskarovka, svona blekkingarleikur og þeir hafa verið að færa Wagner sko yfir til Belgorod eða til Kýv og þeir myndi síðan sækja fram þar og þetta allt saman verið einhvers konar blekkingarleikur. Þetta eru kenningar sem maður heyrði þetta til dæmis það að hann færi til Belarus væri hluta því að væri verið að flytja herliði til þess að geta komið þaðan yfir til Úkraínu. Það er einn kenningin að þetta snúist að það. Þetta er svolítið wild, eða ekki? Jú. Og það er ekki að sjá að það sé verið að flytja einhverja stóru herlið yfir til Belarus, eða það? Ég get ekki sagt það sko, en að því að Wagner fór til sko til Hvíta-Rússlands. Það er ekki öll sveitin, sko, stærsti hluti af sveitinni er eftir. En það var eitthvað verið að færa hann yfir til Belgorod, af því að Úkraínamenn hafa verið að ára sér yfir í Belgorod hér sko, og það var verið að færa Wagner þangað og líka Tétnjastnu, þessar sveitir frá Tétjeníu og eitthvað sko. En þetta er kenningar sem heyrir sko. Og það sem þetta kannski stemmir að því að sérstaklega í upphæð, þú veist, Prigozhin hefur verið að gefa út þessi myndbönd eins og þegar hann er með líkrú á bakvið sig og öskarar á þá Gerasimov og Shoigu og kallar á dýlinu út. Þetta er eins og eitthvað leikrit, skilur. Þetta hefur svolítið þá svona ímynd, sko. Þess vegna kannski eru þessar kenningar. En hann er þannig á velli. Það mætti nota hann í farsakent leikrit. Já, þetta er mjög skrítin típa. Já, af því að hann er svo ýkt típa og þetta er svo ótrúlega uppátækin sem hann kemur með, sko. Það er kannski það sem að gera það verkum að sumir vilja líta á þetta sem eitthvað leikrit. En þá komum við sko hinn kenningin sem að þetta sé ekki valdarán. Þetta hafi verið sko, það er rétt að kalla þetta mutiny sem er þýtt á íslensku bara sem uppreisn, en mutiny er nánar tiltekið þegar að sko, þú veist, hermenn eða náttúrulega áhöfn á skipi gerur uppreisn gegn sko, það er svona einhvers konar deilur innan sko, hersins eða þannig, það er ekki einhvers konar uppreisn víðar í þjóðfélaginu, skilur. Það er það sem það þýðir. Sko. Þú myndir ekki vilja fara í það að segja að Wagner-sveitin hafi verið að reyna að gera uppreisn gegn yfirstjórn hersins? Jú, gegn hersins en ekki uppreisn í öllu þjóðfélaginu, skilur. Ekki reyna að steypa Putin eða ríkisstjórnarstóli, sko, skilur. Uppreisn en ekki valdarán, mögulega. Já, og eða mótmæli hermanna.
Og það sem að sko, hann hefur sjálfur sagt Prigozhin og sagði til dæmis í hann gaf út sko ný skilaboð held ég í gær var það ekki og það sem svona reynir að útskýra það sem að gerðist og hann segir það sjálfur sko að náttúrulega Wagner-sveitirnar áttu að skrifa undir samninga til þess að færa þá undir rússneska herinn og þá myndi þessar málaliðasveitir ekki vera sjálfstæðar lengur sko og Prigozhin orðaði þannig að Wagner er ekki lengur til. Þetta er það sem hann sagði sko og þetta er það sem að þeir voru einhvern veginn að andmæla og mótmæla og áður talaði hann sko að þeir myndu þurfa að skrifa undir þessa samninga í byrjun júlí, þann 1. júlí en svo hefur hann sko, eins og hann hefur ekki verið samkvæmur sjálfur sér í sinni frásögn. Upphaflega sagði hann að þessu uppreist hefði hafist út af því að það hefur verið gerð eldflaugaárás á Wagner-sveitirnar en svo hefur hann sagt að þennan dag sem þetta hófst 23. 24. júní það hafi verið dagurinn sem þeir átt að skrifa undir þessa samninga sko, og þess vegna hafi verið gert uppreistirnar skilur. Og það snýst bæði það sko að þá myndi Wagner ekki lengur vera sjálfstæðar sveitir og svo verðum við náttúrulega átt okkur að því að Prigozhin sko businessmaður, einhvers konar milljarðamenningur og er alveg það kalla hann oligarka sko. Og þetta náttúrulega auðgæðist á veitingarekstri í Pétursborg. Já, og er með ýmsa starfsemi og fyrirtæki og þessi sko Wagner hans fyrirtæki skilur. Þannig að það er hægt að líta á þetta eins og þetta sé einhvers konar þjóðnýting á fyrirtækjarnas í gangi og þess vegna er hann náttúrulega á móti því sko. Og vildi þá gera þessa uppreisn einhvern veginn til þess að halda sjálfstæði sínu og Wagner-sveitanna. Og bara fjárflæðinu sem að kemur út úr þjónustu Wagner-sveitanna við alls konar stjórnvöld í Afríku og inn í Asíu. Og ég hef ekki séð hann staðfestingu á því en það er talað um að því að hann er mjög ríkur að hann hafi hagnast á þessu sko. Og þetta er einhvers konar þetta er business hjá hann þessi Wagner það er að líta á það sem fyrirtæki sko engareikin hernaði fyrirtæki sko. Þetta er náttúrulega PMC, Private Military Company sko. Og hann lítur svo á að yfirstjórn hersins sé að svipta hann þessum tekjumöguleikum. Já, og þess vegna mögulega eru það skýringin á þessum erjum hans og persónudeilum við yfirmenn hersins, af því hann hefur alltaf stöðugt sakað þá að sko láta hann ekki fá þau skotfæri sem hann þarf og svo framvegis og hann gagnrýnir þeirra framferði í stríðinu og eins og hann hefur ekki verið samkvæmur sjálfum sér. Áður var hann að gagnrýna það fyrir að fara ekki sko harðar fram og hann sagði sko ef ég myndi fá að ráða málum þá myndi ég gera það miklu betur og svo framvegis. En núna þegar hann gerir uppreisnina þá fór hann að sko einhvern veginn að segja að þetta stöðva stríðið og þetta gengur ekki neitt og þannig að hann hefur alls ekki verið samkvæmur sjálfum sér í sinni frásögn. Innrásin hefði verið byggð á blekkingum. Já, og eitthvað svoleiðis. Logið að Putin að það veri yfirvofandi árás Úkraínumanna á Austurlundan. Já, þess vegna yrðu rússneski herinn að bregðast við. Þetta segir hann, að hinn vondur ágjafar Putins hafi hvíslað þessu í eyra Putins. Já, en náttúrulega, en sko, hann lætur þetta allt snúast þessar persónur sínar við Shoigu, af því að þegar hann segir þetta, hann dregur þessar sko upphæðlegu réttlendingar og ástæður fyrir innrásinni í Eva, á sama tíma segir hann, það sem þetta snýrði sér umverulegum var að Shoigu, hann vildi fá að vera hetja. Hann vildi fá fleiri heiðursorður og fá titillinn, sko, í Rússlandi þeir eru með svona titil, Hero of Russia, það var í Sovjetríkjunum, Hero of the Soviet Union, og hann myndi fá sko marskálkstitil, þannig að hann segir að þetta er það sem að stríði snýrist umverulega sko. Þannig að þetta er allt saman þessar persónur hans við Shoigu. Og hann hefur síðan, sko, hann er ekki samkvæmur sjálfur sínum málflutningi, hann hefur líka haldið fram alls konar staðreyndavillum, eins og hann var líka haldið því fram að á sama tíma að gera uppreisnina og hann lýsti þessu yfir. Þá var hann að segja að Úkraínamenn var að sækja fram og að rússneski herinn væri á undanhaldi og væri á flótta og væri að hrynja. Svo kom þetta í ljós að það er ekkert rétt, sko. Þannig að það er svona hafið tekið þátt í einhverju svona, sko, að reyna láta þetta líta út eins og að rússneskt samfélag stjórnkerfið sé í upplausn og allt sé að hrynja sko. Hann hefur margt sagt, hann sagði líka að þeir hefðu ekki nema skóplur til þess að berjast í Bakhmut, svo unnuðan úr Bakhmut með skóplunum. Já, nákvæmlega, ég veit sko. Herðu, en þetta er eiginlega kenning númer 1, að þetta sé óánægja hans með því að setja Wagner undir herinn. Númer 2 er að þetta sé leikrit sett á upp af Putin til þess að láta menn ganga undan gluggatjöndunum, samsærismennina, þannig að hann geti drepið á, en það gekk ekki fram, þannig að það... Já, svo kenning verður þykja kannski ólíklegust, sko, af öllum en þá koma 2 kenningar að þetta hafi verið valdarán. Já, og það eru 2 típur og þið fengur náttúrulega að heyra aðalkenninguna bara á laugardaginn í öllum fréttum og það er bara að þetta hafi verið, sko, raunverulegt valdarán, hann hafi sko beintist einhvern veginn sko
ekki bara gegn yfirmönnum hersins, þetta hafi ekki bara verið einhverja deilur þú veist, Wagner fyrirtæki sem slíkt og deilur innan hersins, heldur að þetta hafi bara verið valdarána. Hann hafi sko verið að senda þessar hersveiti til Moskvu til þess að steypa ríkisstjórnina stóli í Moskvu, sko. Það svona fyrri kenningin, sko. En svo önnur kenning sem að segir einnig að þetta hafi verið valdarána. Segðu mér að því með þessa kenningu. Já. Hvernig það látið ganga upp að ef þetta markmiðið að fara til Moskvu og steypa Putin, svo 200 kilometrar eftir, að þá talar það við Lukashenko og hættir við. Já. Hvernig fellur það að kenningunni? Afsafnar það ekki kenninguna? Ég veit ekki, en það getur verið að... Nei, ég veit ekki hvernig fellur það að kenningunni að þetta hættir svona skyndilega. Eða var þetta bara kenning sem að lifði til klukkan 5 á laugardaginn og eftir það þetta bara, gengur þetta ekki upp? Já, sko, þessir sömuaðilar halda þessu auðvitað fram en þá að þetta hafi verið valdarán og að þetta sýnir fram á veika stöðu Pútins og svo framvegis, sko. En eins og sé, sko, ég bara átta mig ekki alveg á, sko, ég var búin að minnast á þetta, býtu hvað, þetta voru einhverju 10 til 17 trukkar, einhverju nokkur hundru hermenn í þessari bílaleist á leið til Moskvu. Það var nú ekki alltaf sagt þannig, Tjörfi, vegna þess að það var sagt að talin upp eða allur fjöldin sem var í Wagnersveitunum. Það væri svona 25.000 plús. Það voru náttúrulega bara... Það voru ekki 25.000 manns á leiðin til Moskvu. Sko, svo kom ég ljós að eins og sé, það eru 25.000 held ég hermenn í öllum Wagnersveitunum og það talið að sko cirka 4.000 hafi tekið þátt í þessari uppreisn. Og flestir þeirra voru náttúrulega í Rostov. Það var líka sko, það var fluttar fréttir af því að þeir hafi tekið alla borgina. Það ekki rétt. Þeir tóku bara höfuðstöðvar í borginni. Sem nú nógu alvarlegt í þetta eru höfuðstöðvar hersins sem að stýra raunverulega aðgerðum hersins í Úkraínu. Já. Það tóku nú eiginlega bara hjartað í heilan í sókn Rússa inn í Úkraínu. Þeir eru nú með fleiri höfuðstöðvar heldur en þess að einu í Rostov. Hún mikilvæg þessi. Já, en en það ekki svo að hafa tekið alla borgina, því það verið að láta lítið þessu borgarstölu. Þú veist, þeir voru ekki með alla borgina á sínu valdi, sko. Og svo eins og segi, sko, að það tóku 4.000 þátt í uppreisninni samtals og það voru bara nokkur hundruð í þessari bílalest á leið til Moskvu og ég sé, þeir náttúrulega Putin fluttir ræðuna og það var allt sett í herkví og þeir lokuðu af hraðbrautinu inn í Moskvu svo framvegis, þannig að fyrsta lagi hefur aldrei komist inn í Moskvu og þess vegna náttúrulega sömdu þeir að hætta við, af því að þeir sáu fram á þetta gekk ekkert, sko. En eins og sé, sko, jafnvel þó að þeir hefðu komist inn í Moskvu, hvað þá, skilur, tekið yfir varnarmálaráðuneytið en það þýðir ekki að þeir hefðu náð völdum í öllu landinu, þeir þurfa að hafa stuðning, skiluru, embættismannakerfisins, fylkisstjórana, borgarstjóra, þeir þurfa að hafa stuðning einhverja annarra herdeilda í hernum. En líklegt að það hefur verið lagt að stað í vonum það að aðrar stofnanir í rússnesku samfélagi kæmi uppreisnarmönnum til stuðnings? Já, í þessu kenningu sem að segja þetta væri valdarán, þá því haldið fram að það hafi verið einhver von að einhverjir fleiri myndu sko fara í líð með þeim og snúast gegn Putin. En svo náttúrulega þegar Putin fluttir ræðu sína og allir flyktust til stuðnings honum en enginn með Prigozhin og þá hafa þetta runnið út í sandinn, sko. Og já, það náttúrulega samkvæmt þessum valdaráns. Þetta fyrri kenningin valdarán sem hefur meira fjallað og hver þá hin kenningin valdarán? Já, svo hin kenningin, hún segir að mögulega hafi sko Vesturlönd haft eitthvað þátt í þessu, sko. Þetta hafi verið valdaránsþjóðin sem var studd af Vesturlöndum og það sem Vesturlönd hafi keypt þarna málarleiðina til þess að gera það uppreist. Sko, samkvæmt þeirri kenningu það ekki þannig að Prigozhin hafi verið eitthvað strengjabora Vesturlanda, heldur frekar sko að hann hafi verið í sambandi við eins og sko vestrænar leyniþjónustu, það bandarísku eða það var áður frétt sem ég kannski mun eftir henni í Wall Street Journal að hann hafi verið í sambandi við sko úkraínsku leyniþjónustuna eitthvað að hann myndi veita þeim einhver upplýsingar rússneska herinn í skiptum með að þeir myndi ekki ráðast á hann, sko. Og það sem er líka stóðum undir þessa kenningu er að þegar hann var alltaf að kalla eftir sko meiri skotfærum þá snýrist það ekki til þess að nota þau í úrstunni Bakhmut, það var til þess að stafla þeim upp til þess að nota síðan í valdaráni, sko. En það er þess að núna nýfrétti við sjáum næstu mynd sem er talið renna stóðum undir þessa kenningu og það er að sko bandaríska leyniþjónustan hafi vitað að þessi uppreist fyrirfram og núna er greint frá því í Washington Post, New York Times, CNN og Kiev Independent sem er úkraínsku fjölmiðill, sko. Og
sjáum hérna næstu mynd, hérna grein New York Times þetta, og þarna stendur að bandaríska leyniþjónustan hafi vitað þessar upplýst fyrirfram allavega síðan á miðvikudag, upplýstin hófst á föstudag, það er alveg skýrt tekið fram að þess að ónafngreindir aðilar innan bandarísku leyniþjónustanar hafa sagt þessum blaðamönnum New York Times að þeir hafi vitað af þessu síðan á miðvikudag og það kemur líka fram í greininni að Biden forseti hafi vitað af þessu, hann hafi verið að fylgjast með þessu frá upphafi. Þess vegna hafi ekki komin inn miklar yfirlýsingar frá honum, hann hafi bara verið rólegur að fylgjast með, vissi af þessu alveg frá upphafi. Og þá þess vegna, út af þessum fréttum, að því að New York Times, CNN, Washington Post eru allir að greina frá þessu eins og þetta sé bara staðreynd, þá hafa, komið alls konar svona kenningar mögulega þá hafi þeir eitthvað hvatt hann áfram eða haft puttan einhvern veginn í þessu. Og þá hafi þetta verið raunveruleg valdanátstilraun og hann var að reiða sig á því að fá stuðning til dæmis það eru margir oligarkar sem hafa flúið Rússland og búa Vesturlöndum og þeir eru með mikið á móti Pútín og þeir hafa mögulega verið með honum í þessu valdanáni og hann hafi reitt sig á að fá stuðning meðal einhver oligarka eða einhverja elementa innan Rússlands þjóðfélags gegn Pútín í þessari valdanátstilraun. Hver er munurinn á þessu tveimur? Annars vegar það að Bandaríkjamenn hafi vitað af þessu og hins vegar munurinn aðalega sá að samkvæmt fyrirkenningunni sem við fengum að heyra hérna í sjónvarpsfréttum á laugardag er að þetta sé bara vísbendingum upplausn í rússnesku þjóðfélagi að þetta eru innri átök, en samkvæmt seinni kenningunni þá er þetta snýst ekki innri átök, þetta snýst ekki einhvers konar erlend áhrif, að erlend að því að valdaránið hafi verið hvatt áfram eða stutt eða þannig af utan að komandi erlendum öflum, Þannig að það er auðvitað alltaf munur á þessu tveinu, Þetta mun allt saman koma í ljós eða ekki, kannski verður bara eitthvað svona samkomulag í sögunni það hvað, þessi laugardagur hvað það snerist. En ég vil taka fram að koma kannski aftur að því þess að ítrykka það, við erum bara að ræða allar þessi kenningar sem hafa verið á kreiki, og það eru margir sem ég til vera mjög góða greinundur á þessu stríði sem til dæmis halda fram þessari kenningu að Vesturlönd hafa þátt í valdaráninu, og það eru margir greinendur sem hafa áður haft réttur í sér og komið með góða greiningu sem að segja þetta, en ég tel sjálfur að þarna fyrsta kenningin sé svo líklegt að þetta hafi ekki verið valdarán, heldur hafi þetta bara verið uppreist sem að snýst stöðu fyrirtækisins Wagner sem einkafyrirtækis að átt að þjóðnýta það, færa það undir herinn og snýrið þess að samninga sem átt að skrifa undir og svo persónuerjur hans Prigozhin við Shoigu. Ég tel þá kenningu vera líklegast að þetta snúist það. Sem hefur verið langur aðdragandi og þessar aðgerðir í Rostov og síðan leiðangurinn til Moskvu hafi verið hluti af því að andmælum hans og hann hafi verið að leita einhverju sterkari stöðu í samningu sínum að halda sjálfstæði vagnarlega. Já. Herðu, þá setur eftir, þetta er náttúrulega með ólíkindum þessi atburður, mjög sérstakur. Hvað, nú heyrir maður menn koma fram og segja að þetta sé atburðarás sem að veiki mjög Pútín, afhjúpi hversu lítil tök hann hefur á rússnesku samfélagi og annað slíkt. Er þetta að leggja eitthvað mat á það? Er þetta þannig að þetta veikir hann eða styrkir þetta Pútín? Já, og núna eftir að uppreistin rann út í sandinn, mjög fljótlega á laugardag, þessi sömu aðilar sem komu með svo stóru yfirlýsingar í upphafi að núna yfir Pútín setja stóli, núna myndi rússlenskt þjóðfélag leysast upp í borgarastyrjöld. Upphafi endi Pútín voru fyrirsagnir? Já, og þessi sömu aðilar sem komu með svo stóru yfirlýsingar, þegar að uppreistin rann út í sandinn, þá reyndu þeir að rationalæsa það þannig, já, en þetta sýnir fram á veikleika Pútín, hvað hann setur höllum fæti og hvað rússneska stjórnkerfið er bara veikt og svo framvegis, Þannig að þetta er núna svona Það gerir það við sem marki, árásinn á þinghúsið sýndi náttúrulega dró fram veikleika bandaríks stjórnkerfis. Það er ekki gott þegar þú ert með trilltan líð á leiðinni í höfuborginni að reyna að ná yfir þinghúsum eða Pentagon. Jú, vissulega, þetta er alveg margt til í þessari skýringu og þetta er það sem fá núna að heyra að þetta sýnir fram á veikleika, eins og segir, rússneska stjórnkerfisins og það er vísað í það þennan samning sem að Lukashenko forseti Hvíta-Rússlands gerði við Prigozhin að hann fengi bara að fara í útlegð í Hvíta-Rússlandi og að allir Wagner-liðarnir fái amnesti og það voru setta fram kærur upphálega
fyrir landráð, sko, og öll þeim kærum var vísað frá, skilur, sem hluta þessu samningi. Það vísað í það sem veikleikamerki, sko. En aftur á móti, ég hef heyrt samt aðra skýringu og sem að ég tel sjálfur vera nokkuð samfærandi, eins og við sjáum næstu mynd, hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, hann til dæmis kom með þessa færslu, þar sem að hann útskýrir að þetta sér ekki veikleikamerki, heldur þvert á móti, sko, að því hvað uppreisnin rann út í sandinn fljótt og á friðsælegan hátt, þá er það frekar merki styrkleika heldur en hitt, sko. Og líka að því eins og ég talaði sko, þegar Pútín flutti ræðu sína, að allt, sko, embættismannakerfið, allir borgarstjórar, fylkisstjórar, allur herinn og bara allt þjóðfélagið flykti sér á baku Pútín og það var ekkert element sem að sko fór í lið með Prigozhin eða uppreisnarmönnunum, sko. Að það sé náttúrulega sko vísbending að staða Pútín sé bara nokkuð sterk, skilurðu, og hafi jafnvel styrkst eftir þetta, skilurðu, af því að það eins og sé engin, sko, það var engin eins og sé sem að setti sig á mótunum í þessari uppreist, sko. Þannig, og rökun líka svo, sko, að sko markmið rússneska stjórnvalda hafi verið að ná taumaldi á Prigozhin og að innlema Wagner inn í herinn, og ég þarf aðeins að útskýra sko hvers vegna vilja það, af því að sko Wagner 17 tók þátt í orrustunni Bakhmut og þeir þykja að vera góðir stríðsmenn. Þeir sérhæfa sig í svokallað urban combat eða urban assault sem er náttúrulega mjög svona brútal hernaður þegar þú ert í svona í borgarhernaði, sko. Bara í návíi þar sem menn að berjast ekki bara frá húsi til hús, heldur frá herbyggi til herbyggis. Já, bara þeir sérhæfa sig í svona miklu návíi og það eru bara oftast hvernig ég segja þetta, þú veist, oftast eru bara svona einhverju fangar eða einhverju svona thugs sem eru bestir í þannig svona návíis. Eins og í þessu, glæpa menn meir og minna. Já, á meðan sko eins og Prigozhin sjálfur, hann er náttúrulega glæpamaður, dæmdur glæpamaður. Já, á meðan sko hernaði snýst mjög mikið skiluru, þú veist að þú ert með stórskotalið og þú ert með skriðdrekadeildir og þú ert að sko stjórna mjög háþróðum búnaði og tækjum, skiluru, hernaði snýst mjög mikið það, en svo þegar þú þarft að gera svona skítverk, eitthvað svona dirty work, eins og segir house to house, room to room fighting, þá viltu hafa eitthvað svona eins og Wagner til að geta gert svoleiðis skítverk, sko. Þannig og þeir vilja meina, náttúrulega, þeim hafi heppnast vel í Bakhmut, þeir náttúrulega sigruðu orrustunni Bakhmut og þess vegna vildu þeir sko ná taumaldi á Prigozhin og Wagner og færa undir herinn. Og rökin eru þess að þú að þeim hafi tekist ætlunarverk, af því að sko Prigozhin fekk ekki neinar af sínum kröfum framfylgt, hann þurfti bara að sætta sig við það að fara í útlegð og við vitum ekki hvað verður hann, mögulega mun ekkert mikið heyrast frá honum. Það fer hann með eitthvað að liði sínu í útlegðina? Það er ekki ljóst, uppalega heyrðum við það að einhverjum myndi fara með honum til Hvíta-Rússlands, en svo hef ég heyrt að það sé ekki, sko. Þannig að ég veit það ekki, við höfum hægt að sjá staðfestingu á því, sko. Það verður víst þannig, sko, að allir Wagner-liðar munu skrifa undir samning úr Rússlandsherinn, þeir sem tóku ekki þátt í uppreisninni. En svo er eitthvað öðruvísi með þá sem tóku þátt í uppreisninni, en þeir munu samt mögulega geta haldið áfram að berjast, sko. Og þess vegna er það ekki lítið á sem veikleikamerki að hafa gefið þeim amnesty eða vísa frá öllum ákærum af því þeir þykja að vera góðir stríðsmenn og rússneski herinn vill hafa þá áfram til að berjast fyrir sig. Og njóta ákveðna vinsælda meðal rússnesku þjóðarinnar, eins og kom fram í svona glefsum að við tölum við fólk út á götu og annað slíkt, að þá er talað þá sem hetjur. Já, það er eins og hann, Pútín sagði það í upphaflegu ræðinu sinni, hann sagði sko hetjurnar sem frelsuðu sko hvað var Soledar og Artyomovsk. Artyomovsk er það sem að rússar kalla Bakhmut, sko. Hann sagði þetta í ræðinu sinni, sko. Þannig að það hefði verið kannski erfitt fyrir Pútín, segjum að hann verið fullur af hefndarþorsta og vilja hengja uppreisnarmennina, að það var erfitt fyrir hann gagnvart þjóðinni að vera að hengja hetjurnar úr stríðinu. Já, en svo er spurningin, vill hann gera það? Það er það sem ég er að segja, þetta er vísbending, þeir vilja ekki, sko, þeir eru með, þetta er asset fyrir þá, þeir eru með, eins og ég segi, sko, þessar stríðsmenn sem þykja að vera góður í að gera skítverkin fyrir herinn, svona, eins og ég útskýrði, sko, eins og orðastanir Bakhmut, svona urban combat, house to house fighting, og þeir vilja ekki, sko, losna við þá, eða þurfa að leysa þau upp. Markmið þeirra var að koma á taumaldi yfir það og færa það undir herinn og því markmið er náð með þessu samningi. Og þess vegna er sagt, sko, að kröfur Prigozhin, eins og að Shoigu myndi segja af sér og svo framvegis, hann fikk ekki neinar í sínum kröfum framfylgt. Hann þurfti bara að pakka og gefast upp og fara í útlegð á meðan rússnesk stjórnvöld fengu öllum sínum kröfum framfylgt að ná taumaldi yfir Wagner og Prigozhin og færa það undir herinn. Þess vegna er það, eins og sé, þess vegna er sagt að það sé frekar styrkleikamerki heldur en veikleikamerki. Þannig ef við myndum bakka kannski 1 mánuð aftur á baki tíman og skoða kröfurinn að deilandi aðila, að það var annar aðilinn sem að fekk allt sem hann baðum en hinn ekki neitt.
Já, það eru rökin sko. Prigozhin fekk ekki neitt en hérna Putin og rússnesk yfirvöld og herinn fekk allt sem þeir vildu, sem var eins og sé koma tömaldi á Prigozhin og Wagner og færa það undir herinn. Var náttúrulega að skrifa undir samninga við herinn. Svo þetta stilla upp svona ýmsum kenningum varðandi þetta, tilefni uppreisnarinnar og síðan hvort þetta veiki eða styrki Putin. Og það svona, má heyra á þér að þú svona frekar á því að þetta hafi verið deilur milli Wagner og hersins, aldrei verið stemt að því að verða valdarán og svo að niðurstaðan ef eitthvað styrki frekar Putin heldur en ekki. Já, sko, ég að segja, sko, það ekki endilega þetta styrki Putin, en það sko, ég að segja, sko, ég ekki sammála þessum greiningum að þetta sýnir fram á, sko, þetta sé mikið veikleikamerki og þetta sé bara sönnun þess að hvað rússneska stjórnkerfið sé staddi höllum fæti og sé veikt og svo framvegis, eins og sem margir að segja og ég sammála þessari greiningu Hilmar, sko, að það ekki endilega þannig, sko. Það það sem ég að segja og það sem ég segi líka, sko, að þetta hafi ekki verið valdarána því að þetta virðist ekki að hafa beins gegn Putin eða ríkisstjórninni eða stjórnmálakerfinu að því að Prigozhin hefur aldrei sagt gagnrýnið orðið Putin. Þetta allt saman verið hans persónuerjur við Shoigu, yfirmenn hersins. Þannig að það heldur ekki vísbending þetta hafi verið valdarán og já, það sem ég að segja. Já. Og erfitt að sjá að Prigozhin sé pólitísk fígúra í sjálfum sér, sko. Já, það eru margir sem að sögðu að hann hefði, sko, þess að þau kallu það political ambition, sko. Já, það hefur líka verið sagt að hann væri vinsæll með alþýðumanna, hefur maður heyrt. Sko, ég tek fram að ég veit ekki nákvæmlega hvað rétt í þessu. Mér finnst menn hafa verið full yfirlýsingaglaðir, eins og ég talaði sko. Ég segi að mér finnst það líklegust sú kenning, sko, að þetta hafi ekki verið uppreist, þetta hafi snúist þetta sem ég talaði En það má alveg færa rauk fyrir því að mögulega hafa hann haft eitthvað meiri metnað, einhver political ambition, skilur við. Það má alveg fara rauk fyrir því, ég alveg opinn fyrir því að sjá hvaða sannanir höfu fyrir því, skilur. Hörru, þetta var svona staðan í dag og við ætlum að fá hingað Guðmund Ólafsson sem að talar og les rússnesku og rússnesk menntaður. Ég ætla að spyrja hann svona valdakerfið í kringum Putin, hvernig hann metið að það sé að reiða til falls og hverjir það eru sem að stjórna Rússlandi og að hverjum uppreisnin beindist. Guðmundur kemur hérna eftir augnablik. Rússland í fréttum, það búið að vera náttúrulega í fréttum lengi, en það var náttúrulega á laugardaginn síðasta þá var sérstök atburðarás eða frá föstudagskvöldi til laugardags eftirmiddags eiginlega, það var flautað af uppreisn í Rússlandi þar sem að Wagner-liðar voru á leiðinni til Moskvu. Frá því að samkomulag var gert að leggja af uppreisnina, að þá hafa verið svona vangaveltur í fjölmiðlunum hvað þarna gekk á og það furðulega var að það voru eiginlega töluð allir með sama hætti. Þess vegna hef ég ákveðið að fá hingað að rauðaborðinu Guðmund Ólafsson hagfræðing. Velkomin. Takk fyrir. Rússnesku menntaður maður, rússnesku mælandi. Já. Og fylgist vel með í Rússlandi. Jú, maður reynir það, en það getur verið dálítið erfitt því að ég hef reyndar aðgangað 19 sjónvarpsrásum á rússnesku. En það bara eins og að hafa 19 ríkisútvarp. Segja tóma þvælu, bara hinum megin frá. Já. Svipað og manni verið stundum vera hérna á Vesturlöndum að það sama sagan sem allstaðar sögð. Já. Sömu orðum þessi. Já, það alveg ljóst að þessu stjórn af ákveðnum aðilum, það alveg augljóst. En ef við tölum er þetta uppreist? Hvað er þetta? Tilraundi valdaráns? Hvað er þetta? Já, það nú svona upphrópanir en atburðarásin, þetta gerist mjög skyndilega og maður verður þá að velta fyrir sér þessum hópum sem eru þarna á ferðinni. Það til að byrja með ég sé mjög gagnlegt að bera saman uppreisnina sem verði í Bandaríkjunum þegar uppreisnarmenn fóru inn í þinghúsið í Bandaríkjunum og síðan þessum atburðum sem bara gerast í Rússlandi. Í Bandaríkjunum varum að ræða pólitíska uppreisn sem hafði pólitískt inntak og hún tengdist forsetakosningunum og Trump
En þessi uppreisn hefur ekkert pólitískt inntak. Þetta eru málulegar, þessi hópur, sem hefur svona orðið til í kringum ýmis verkefni, til dæmis í Afríku og í Arabalöndum. Rússar hafa notað þessa hópa, en það er ekki gott að segja hvenær þeir verða til. Þessir hópar, það hafa margir svona hópa verið til í Rússlandi. Þeir hafa yfirleitt verið kallaðir mafía og í Rússlandi eru að meðst okkur 3-4 mafíur sem hafa starfað undanfarin ár og við getum sagt að í kringum valdaránið í Úkraínu 2014 að þá byrja Úkraínumenn að herja á rússneska minnihlutann með vopnavaldi. Það er sem sé sprengjukast og stórskotalið sem herjar á rússneska minnihlutann. Já. Og þetta gerist strax eftir valdaránið sem er þarna í kringum 29. febrúar 2014. Hálfum mánuði síðar þá er atkvæðagreiðsla á Krím og það sem Krím búar velja það að vera innan Rússlands og töldu þá sig ekki bundna af stjórnvöldum í Kænugarði af því að það sem gerðist þar var valdarán sem var stjórnað að verulegu leyti af Bandaríkjamönnum. Vara utanríkisráðherra Viktoría Nuland og sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu, þau voru stödd á Maidan torgi. Og það er annað líka mikilvægt sem maður kannski muna að allir uppreisnarmennir voru með grímu. Þeir vildi ekki láta sjá hverjir þeir væru, einhverjum ástæðum. En þetta valdarán, það leiði til þess að fólkið, minnihlutinn, rússarnir í austur-héruðunum, austur- og suður-héruðunum, telur sig ekki bundið af lögum við þessa stjórn. Þeir sem sé fara í þessi atkvæðagreiðslu á Krím og síðan gerist það að í Donbass, þar að segja í Luhansk og Donetsk, að þá eru þar einfallega stofnuð ríki. Nú þetta komið svolítið langt í forsögun af atkvæðu laugardagsins. Já, en þetta er svo mikilvægt. Þetta er bara nauðsynleg forsenda því að það sem gerist þarna er það að það er verið að svara árásum á Rússa og þetta hefur ofboðslega áhrif á Rússana sjálfa í Rússlandi. Og það eru margir sjálfboðaliðar sem fara yfir til Donbass að taka þátt í vörnum fyrir sína landa í þessum héruðum. Þetta varð ekki á Krím því að þeir voru einfallega búnir að afgreiða málið. Vesturlandabúar hafa haldið því fram að þessi valdataka eða ákvörðun Krímbúa hún hafi verið ólögleg. Það hlýtur þá að vera vegna þess að þeir telja valdaránið löglegt og meira að segja sendiherra okkar Þeir gera það. Já. Það er eiginlega opinber stefna NATO og Bandaríkjanna. Já, þeir myndu ekki taka undir með það hafi verið valdataka. Þá er það bara þannig að þessi ríki, NATO og Íslendingar, telja valdarán löglegt. Og það er ágætis fréttir að vita það. Það er okkar stefna að opnað valdarán skulle vera talið löglega aðgerð. Og hvað eiga þá þeir sem eru undirrokaðir að gera. Nú, en þetta er sem forsendurnar á upphafið. Og það virðist vera að Wagner-hópurinn, hann myndist í kringum þetta. Það er rússar frá Rússlandi að koma að vilja styðja rússa í austurhluta Úkraínu til sjálfstæðis. Já, sem eru einfallega verða fyrir árás, vopnaðri árás af þeim sem kallað eru landar þeirra í Úkraínu. En hluthöldin eru nú þannig sjáðu að eftir því sem að málvísindamenn segir mér að það sé 30% rússnesku mælandi menn í Úkraínu eru raun og veru rússar. Það er voðalega lítið að marka tölur sem svona skráðir Úkraínumenn og skráðir rússa því að
menn sáu hagsinn í því að skrá sig sem Úkraínumenn strax. En þetta það sem er til dæmis forsetinn sjálfur, nú til dæmis borinn og bættur rússnesku mælandi. Já, en hann til þess að vera Úkraínumann samt. Já, en hans móðurmál er rússneska. Þannig að þetta og það er alltaf alveg ljóst að margir rússnesku mælandi styðja kenningarstjórnina. Það er bara þannig. En á þessum tíma þá komu sjálfboðaliðar frá Rússlandi og það virðist vera að mönnum tækist að safna þeir saman í svona vopnaðan baráttuhóp sem að þeir kalla Wagner og þetta gerist undir stjórn Prigozhin sem er fæddur og uppalinn í Leningrad, hann er 62 ára núna og hann er svona smákrimi var dæmdur í 12 ára fangelsi og sat inn í 9 ár en hann auðgast á þessum tíma þegar að vestrænir hagfræðingar ætluðu að gera skyndi einkavæðingu í Rússlandi 1991 þá fengu auðir menn peninga frá Vesturlöndum og keyptu upp svo kallega vátsera en skyndi einkavæðingin hún fólst í því að hlutabréfum í ríkisfyrirtækjun var dreift til almennings og svo komu þessi menn og keyptu þessi hlutabréf fyrir slikk og þannig urðu þessi svokulluðu ólígarkar til moldríkir einstaklingar sem að eignuðust ríkisfyrirtækin í Rússlandi fyrir skít og priki og þetta gerist náttúrulega mestu leyti fyrir fjárhagsstuðning frá Bandaríkjunum og það var ekki bara það því að í kringum 1996 það voru kosningar í Rússlandi og það lágu borðað kommunistaflokkurinn gamli inn í kosningarnar en til þess að koma í veg fyrir það þá sendu Bandaríkjamenn gífurlega fjárhæðir til stuðnings Jeltsin og hans fólki og það er vitað mál að dóttir Jeltsin og ráðherra sem var þá komið til valda Anatoly Chubais, hann var svo að segja einkavæðingaráðherra að þessi tvö þau höfðu með sér stóran hlut af þessari fjárhagsaðstoð sem átti að fara til stjórnvalda til Jeltsin og Stungu í eigin vasa. Hvað segirðu? Og stungu í eigin vasa. Stungu í eigin vasa, já. Og þetta fólk er núna ekki lengur í Rússlandi, það býr annars staðar. Ég held að dóttir Jeltsin, Tatjana, giftist manni sem hét Dyachenko og ég held að hún búi núna í London og Chubais, hann hefur búið í Tyrklandi núna skeið. En þetta er svona að á þessum tíma frá 1990 til 2000 þá er sem sé þessi skyndi einkavæðing í gangi og hún gerist fyrir vestrænt fé aðalega frá Bandaríkjum. Þá er það að Jeltsin Pútín kemst til valda og það verður megin verkefni Pútíns að koma í veg fyrir að þessi öfl nái tökum í Rússlandi. Og það er ólígarkarnir, já, og hann hefur þingið með sér, hann vinnur kosningar og hann hefur þingið með sér og hann setur þeim kosti, hann segir við ólígarkarna, annarkvæmt styðjið í rússneskt samfélag og fylgið stjórnvöldum eða þið verðið að fara. Nú þeir völdu það nokkurir af þessum ólígarkum eins og Abramovits, vinur Íslendinga var rétt. Og Ragnar með honum á vellinu minni sinni, Gúsinski og fleiri, það voru nokkuri sem fóru og ég man nú ekki nöfnin öll en það er svona 10-14 ólígarkar sem fóru en aðrir það var ekki það sem að skilaboðin frá Pútín voru þau að þeir mættu auðgast í viðskiptum en þeir það láta stjórn ríkisins Já, ekki bara það. Þeir eru að sko láta arða af sínum störfum renna til fólksins að einhverju leyti og til dæmis Abramovits, hann byggði upp heilt hérað í östustu hérðum Síberíu. Var það landshöfðingi?
Var þar landshöfðingi einhvers konar? Já, og það gerir það verkum að Abramovich var ekki í sérstökum óvinahópi, en hann bjó í London og keypti fótboltafélag. En þetta er með verið að muna eitt sem að aldrei er nógsamlega tekið fram, að Rússland er ekki ríkt land þegar þetta gerist. Rússar eru fátækir, þeir höfðu þjóðarframleiðslu á mann sem er bil 40% af okkar þjóðartekjum á mann og ástæðan fyrir því að Sovjetríkin hrundu var fyrst og fremst fjárhagslega. Það voru efnahagslegar ástæður fyrir því að þetta system gekk ekki upp. Þessi sósíalismi sem kallaður var í gamla Rússlandi á tímabilinu frá 17 til 91, við getum sagt á tíma Stalins og þá hafi ríkt þarna einfallega terrorismi, það voru einfallega manndráp sem voru lykilatriði og kemur í er náttúrulega ekki heiti það í stjórnmálum annað. En það er eftir Stalin sem við getum sagt að þá var að reyna að móta einhvers konar sósíalisma, en hann var aldrei burðugur. Og niðurstaðan var einfaldlega þessi að það verður efnahagslegt hrun upp úr því sem Gorbachev reynir að búa til, það sem hann kallar gegnsæi, glasnost og perestroika sem var endurbygging, að þessar hugmyndir þær einfallega dugðu ekki og hugmyndir Gorbachev, eins og það var mætur maður mörgur leiti, þær lenda í strandi og þess vegna gerist það að Jeltsin kemst til valda og er við völd í 10 ár og það er þessi tími þegar vestrænir hagfræðingar, þeir leika lausum hala. Og styðja rán ólígarkana á auði Rússlands. Já, og það hefur einn íslenskur hagfræðingur hælt sér af því að hafa verið í þessum hópi, Þorvaldur Gylfason, og þetta gerðist undir stjórn Jeffrey Sachs, sem var háskólaprófessor í Bandaríkjunum við Harvard. En eftir að þetta gerðist að það voru svona styrkjónum að meira og minna rænt af óbrútnum einstaklingum, þá hefur hann verið sakaður að hafa átt þátt í því, Jeffrey Sachs. Nú hann var rekinn frá Harvard en fekk aftur stöði í Columbia og mér sagt, fróðið mér segja mér, hann átti þakka fyrir að vera ekki settur inn fyrir það að hafa misfarist með styrkjafé sem átti að fara til Rússa. En ég þori nú ekki að fullyrða það, en það er allavega að Jeffrey Sachs, hann er svolítið mislítur. Það er erfitt að dæma hann, en ég hugsa að hann hafi nú verið að þessi góðri trú. En það sem gerist síðan er það að þegar að Putin kemst til valda, þá gjörbreytist ástandið. Hann er tökum á efnahagsástandinu og það gerist á 12 árum fram til 2012 að þjóðartekjur á mann í Rússlandi, þær fara langt upp fyrir til dæmis það sem er í Suður-Ameríku. Og núna til dæmis í dag þá eru þjóðartekjur í Rússlandi, þær eru tvöfaldar miðað við það sem er að meðaltali í Suður-Ameríku. Og það land sem hann æra lengst Rússum í Suður-Ameríku er Síle, að þar er þjóðartekjur á mann 89% eða 90% af því sem er í Rússlandi. En að öðru leyti er Suður-Ameríka öll í klessu eins og við sjá. Og þetta er mikill árangur og það verður að þakka það stjórn Pútins. Nú hann kemst til valda þarna í gegnum Jeltsin, meira vinnu fyrir tilviljun, og hann rétt náði kosningum í fyrsta sinn, en síðan hefur fylgi hans aukist jafnt og þétt. Og hann er frá Leningrad og hann reyndar var borgarstjóri í Leningrad þegar borgarstjórin Anatolij Sobchak tók við völdum í kosningum sem var nýlunda,
En hann sem sé tók þátt í því að umbreyta borginni, meðal annars þá breyttuðu nafni borgarinnar og það eitt af því sem að Pútín átti þátt í að 7. nóvember 1991 þá var heiti borgarinnar breytt í Sankti Pétursborg. Aftur. Og að taka nafnið Leningrad og breyta því í Sankti Pétursborg, það auðvitað ekkit annað en það verið að sparka í kommunistaflokkin. Og þetta var nú svolítið skrautlegu ferill, en hann, Sobchak sem hafði verið borgarstjóri, hann tapar í kosningum 1996 og þá hröklast Pútín frá völdum sem varaborgarstjóri, sem hann hafði gagnast þannig að hann studdi við Íslendinga sem byggðu þarna bjórverksmiðjur í skjóli Pútíns. Hann var svona tengiliður vestræna viðskiptamanna inn í Rússland. Það var tvennt sem var hans hlutverk í Pétursborg. Hann sá útlendingamálin, Innostrandchef sem kallað og ekki bara það, hann var líka sérstakur tengiliður stjórnvalda við mafíurnar. Og hann kom svolítið skikk á mafíurnar sem voru lékur lausum hala í Pétursborg. Nú en eftir kosningarnar sem að Sobchak tapaði þá hröklast hann frá völdum og hann fer til Moskvu. Og hann hafði verið starfsmaður í KGB, hafði verið starfsmaður í Þýskalandi, en hann hröklast til Moskvu og strax gerður að yfirmanni og háttsettum manni þar og fer að starfa í tengslum við forsetaembætti með Jeltsin. Og það þess vegna sem að hann síðan skipaður háttsettum maður í valdahópnum í kringum Jeltsin og hann verður þess vegna þegar að Jeltsin orðinn fársjúkur og stutt eftir þá hann skipaður nánast forseti, en það skömmu áður en að fara fram kosningar og þá kemur gamli borgarstjórinn Anatoli Sobchak, hann kemur frá París sem að hann var komin í útlag þar, hann kemur frá París að styðja við sinn mann í kostakosningunum upp úr 2000 sem að Pútín vinnur. Og síðan má segja að þeir hafa verið þarna saman í þessu bröldi, Jeltsin og Medvedev. Þeir eru báðir lögfræðingar sem hafa verið nemendur Sobchak sem ég nefndi á hann og báðir með doktorspróf í lögum og Medvedev, hann skrifaði doktorsritgerð hvernig það myndi gerast ef að Sovétríkin splundruðust upp og Rússland myndi skiptast upp í 5-6 ríki. Þetta var sérgrein hans í lagadeildin í Leningrad. Nú, Pútín aftur á móti, hann skrifaði doktorsritgerð alþjóðastjórnmál og viðskipti og þannig að þeir eru nú vel að sér ýmislegt þessi menn. Já. Og það alveg eins og engin bjánar eins og sagt er. Já, það alveg eins og sagt er við sjáum það alveg í Bandaríkjunum að bandarískir háskólar eru þeir bestu í heimi að því sagt er og rússneskir háskólar eru líka margir mjög góðir. En svo það þannig að það sem lýðræði að þá virðast veljast inn á þingin mikið af minniháttar fólki. Við getum bara orðað þannig að inn á þingið veljast gjarnan margir vitleysingar. Þetta er öfugt við það sem gerist í háskólum. Það er Pútín kestir valda í ólígarkaríki, sem að ólígarkarnir hafa rænt öllum auð landsins og hann kemur ykkur skikki á það og það er efnahagsbati og hann setur ólígarkarna á eitthvað bás og meðal þeirra er umræddur maður. Já, Prigozhin. Já, en hvernig stendur á því að Pútín setur ólígarkonum stóli fyrir dyrnar, að einn þeirra kemur sér eiginlega upp engaher og er á leiðinni í lest til Moskvu? Já, það er vegna þess að þessi ólígarki, þessi smáglæpamaður sem að Pútín hefur áreiðanlega þurft að eiga við í Pétursborg á bilinu 1900
og 90 til 96. Já, við skulum segja, til 96 og sennilega að því að Prigozhin er sem sé Leningrad-búi, smákrimmi þaðan sem þurft að sitja í fangelsi og svona, að Putin hefur örugglega þekkt hann. Og ég segi ekki að þeir hafi vinir, en við vitum það bara með stjórnmálamenn að það hangir utan á þeim alls konar svona skringilegu líður og það alveg hér á landi að það eru sérstaklega stjórnmálamenn með mikil tengsl inn í mafíuna eins og Putin var. Já, það þannig sko og við getum nefnt dæmi hér á Íslandi þó, ég sleppi því núna en það eru svona ýmis mál sem hafa komið þar sem þingmenn og valdamenn hafa verið tengdir svona heldur ljótum málum. Eitt það nýjasta nú að koma upp í tengslum við Íslandsbanka. En sennilega hafa þeir þekst Putin og Prigozhin. Var hann ekki kallaði kokkur Putin? Jú, hann snerist í kringum hann og hann átti marga veitingastæði í Pétursborg og Íslendingarnir sem að voru með bjórframleiðslu þarna þeir hafa örugglega þurft að skipta við hann, það ekki nokkru afi því að bjórframleiðendur þurfa að selja sem bjór á knæpum sem Prigozhin rak og átti en það sem gerist í Úkraínu er það að þessi maður hann safnar til sín sjálfboðaliðum og myndar her, einkaher. En af hverju? Af hverju fyrir maður sem á nokkur veitingahús yfir því að reka einkaher? Það er vegna þess að hann hefur þekkingu á fangelsonum og glæpaheiminum og mér er sagt að stór hluti af þessum hermönnum eða baráttumönnum séu einfallega sóttir inn í fangelsin og þetta séu fyrir glæpamenn, margir fyrir utan að vera sjálfboðaliðar upphaflega en þeir hafi einfallega tengst Prigozhin og hann borgar þeim og þeir fá þarna hlutverk að berjast fyrir föðurlandið eins og það kallað en svo til að byrja með var svona óljóst hver ætti þetta og ræki þetta raunverulega og sögnum það en þú heldur að það veri Prigozhin allan tíman. Já, sko ég held að hann eigi hugmyndina að þessu nafni Wagner og það er ekki gott að segja hvernig þetta byrjar eins og ég sagði áðan, það eru margar mafíugrúpur til og hugsanlega á það eitthvað þátti að þessi hópur myndast en það er alveg áreiðanlegt að Prigozhin hann hefur samband við glæpamenn og safnar þeim saman fólki sem hann hefur verið með í fangelsum og þess aftar og þetta er svona míslitur hópur. En þeir fá þarna menn sem eru til í að fara í stríð og drepa fyrir penning. Já og það er líka sko, þannig er líka inn í þessum hópur ýmis konar menn með hugmyndir sem byggist á því að beita vopnum og valdi. Það er sem sé svona hægri öfgamenn og nýnasistar, þeir eru í þessum hópi og það er eitt að einkenni á þessum her að þeir eru alltaf með grímu fyrir andlitið. Þeir vil ekki láta sjá hverju þeir eru. Það er alveg eins og með frelsisbyltinguna á Maidan-torgi þar sem allir voru með grímu. Og það er í tengslum þeirra safna saman hópur manna til þess að fara til Donbass til þess að berjast með Rússum gegn Úkraínum og þá er það líklega blandast inn í það allskins þjóðurnis hugmyndir og en sko aðtugað það þeir að verulegu hluta þessu fólki var komið yfir til Donbass og mjög stór hluta sem mann er einfallega fyrir íbúar í Donbass. En Wagner hefur verið í Sýrlandi, víða í Mið-Afríku. Og þú getur leikt þetta, ef þú ert stjórnarherra eitthvað stöðar, þá getur leikt Wagner til þess að taka þátt í þínum átökum. Já, og þar kemur inn, þar koma inn tengslin við ríkisvaldið, rússneska ríkisvaldið. Þeir eru launaðir og þeim eru útöfu vopn til að fara í alls konar verkefni sem að rússneska ríkið skipuleggur. Og þá sjáum við sko að þeir sem eru valdhafar í Rússlandi, það eru menn sem að koma upp úr 2000.
þeir eru í tengslum við Pútín og það eru svo kallaði síloviki. Það er tengt orðinu síla sem hefur kraftur á rússnesku og síloviki er einfallega kraftakallar. Þetta er svona svolítið lútúsnúningur á gömlum heitum eins og mjensiviki og bolsiviki. Þá kallaði þetta sílovikar og það er... Pútín var náttúrulega júdómaður og það eru nokkru júdófélagar hans í þessum hópi. Já. Þannig þetta eru svolítið kraftalegi kallar. Já, og þetta eru kallaði síloviki, kraftakallar, að því að þeir eru flestir frá Pétursborg, kunningjar Pútins og svona, og þessi menn, þeir eru gerðir yfirmönnum í öllum þessu svokölluðum kraftaráðuneytum, þetta eru kölluð sílnýmin í sterkstva, sem að þýðir bara kraftaráðuneytið eða þungaviktaráðuneytir myndum við kalla það. Sem eru þau ráðuneytir sem að kannski Sjálfstæðisflokkurinn myndi benda og vilja í hérna heima, sem eru fjármálaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og hvað meira? Utanríkisráðuneytið, já. Það er bara þau sömu, já, þungaviktaráðuneytin. Nú, þessir menn ráða þessum ráðuneytum og það er þessi hópur sílovika sem er lang áhrifamestur í rússneskri stjórnsýslu. Sem er innsti kjarnin eða innsti hringurinn í kringum Pútín. Já, og ég meina, og svona ef maður horfir yfir þennan hóp, þá hugsa ég að við hliðina á þessu liði að þá er Pútín eins konar friðardúa miðað við þessa menn. Hvað eru herskáir? Já, þeir eru mjög harðir af sér og sæknir sér og kalla ekki alltaf mjög sín í átökum. Herðu, en Wagner ferðast heiminn í átökum og sumuleyti hefur það verið sagt hér á Vesturlöndum að þetta sé eiginlega hluti af utanríkisstefnu Rússlands, endurreisn heimsveldisins Rússlands sem að vill hafa ítök langt út fyrir landamæri sín eins og heimsvelda er síður. Þar leiðandi maður líta svo á að Wagner sé að reka utanríkisstefnu eða hluta af utanríkisstefnu Rússlands. Hugsanlega styrkjana. Já, en sko það sem að ber á milli er það að þessi hópur hefur ekki neins konar stjórnmálastefnu. Þeir taka við launum og gera það sem þeim er sagt. Og Prigozhin, hann talar, hann var bara þegar ég var að koma hingað þá heyrði ég svona óm af ykkur þar sem hann er að tala, ávarpa. Hann er náttúrulega að byrja að ávarpa þjóðina. Og þá var hann að lýsa sér eins og hann hefði farið út allan heim til að berjast gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjanna. Þetta byrjaði að hljóma allt svona eins og pólitík. Já, sko, honum finnst það sjálfum, sko, en ég held það, sko, það er einfallega hlegið að því. Sko, ég hringdi nú í vinkonu mína sem býr við ána Dón í hvað heitir nú borgin aftur? Rostov. Rostov, þar sem þær tóku yfir. Já, Rostov og Dón, ég vildi fá viðstöð hersins. Já, hún sagði bara að þessi menn væru náttúrulega föðurlandsvinir og þeir væru stríðshetjur og þeir væru bara að skemmta sér. Hún leit ekki að þetta sem neina uppreist. Enda held ég að það gerir enginn. Sko, þetta er ekki uppreist í sama skilningi og í Bandaríkjunum þegar þeir voru konurinn í þinghúsið. Það var pólitísk... Og ætlaðu að hengja Pence? Já, og það var pólitísk uppreist. Þetta er ekkit svoleiðis. Ok, hvað er þetta þá? Þetta er fyrst og fremst það sem að sennilega stærstan þátt í þessu að fyrir nokkurum vikum þá mun hafa verið ákveðið í sílovikandir, segja nefndi, þeir mun hafa ákveðið að leysa upp þessa hópa. Þeir séu orðnir óþægilegir og þeir hafa bara ekki efna á því að reka þá. Og við vitum ekki nákvæmlega hvað gerist en það er langt líklegast að Prigozhin, hann hafi einfallega átt að sjá þessu og hann hafi verið stilt upp vegg og hann hafi ákveðið að reyna einhvers konar mótspil og þetta sé hans mótspil. Sína mátt sinn. Já, enda segir hann sjálfur að hann sé fyrst og fremst í stríði við Shoigu og Gerasimov. Þar að segja... Sem er gamall vinur Pútins líka. Já. Þeir eru partur af síloviki
og hann segir sem sé að hann segja í baráttu við þá en ekki Jeltsin, ekki Putin segir fyrirgefðu. Það er ruglað þessu saman allir eins og hver allt í graut. Já. Og það þá afleiðing af því að svona kjarnin í kringu Putin kemst að því að þeir eru búin að hafa það gagna Wagner-sveitunum sem hægt að hafa. Nú sé komið tími til þess að leysa þetta upp, taka hluta þessu inn í herinn og undir svona venjulega stjórn og hætta þessu. Já, ég held að það hafi verið hugsunin á bakvið þetta. Að þeir sjáum fullega fram á það að það sé ekki gott að vera með svona apparat í gangi sem að þeir hafa ekki fulla stjórn yfir. En gagnrýni sem að Prigozhin kemur þó fram með sem er það að stjórn rússneska hersins í Úkraínu sé léleg. Já, það að upphaf stríðsins hafi verið óráðlegt, að það hefði verið byggt á einhverjum hugmyndum stórsókn Úkraínumanna á Donbass, það sagði hann einu sinni. Já. Er þetta eitthvað sem er endurómur af gagnrýni sem að finna má í Rússlandi? Það er ekki gott að segja. Ég sjálfur þá átti ég alls ekki von á þessari innrás Rússa inn í Úkraínu. Ég fannst hún mjög óskynsamleg miðað við aðstæður. Ég hefði skilið ef að þeir hefðu gripið til vopna 2015 þegar að Rússar voru búin að gera samninga við Úkraínumenn. Það hefði verið samið í Minsk frið en síðan voru það stjórnvöld í Kænugarði sem stóðu ekki við samningana og héldu áfram að bombardera Rússa í Úkraínu. Já, og síðan hefur verið sagt hér fyrir vestan að það hefur aldrei staðið til þess að standa þessu samninga, þetta hefur verið að kaupa sér tíma til þess að byggja upp úkraínska herinn. Já, og það sýnir þá hvað er að ræða. Ég hefði skilið það ef að þeir hefðu beitt vopnum þegar ekki var staðið í samninga sem búið að vera skrif undir. En þú nefnir hérna kraftakallana og þeir séu svona harðari og Putin séu svo friðadúa við liðina þeim. Já. Því það er hérna eitthvað fyrirbrigði sem er kallað herblokkarar sem ég veit ekki alveg hvað það sem að Putin allavega mætti og hélt 3 tíma fund með einhverjum herblokkurum en hann lítur að líta á það sem er raunverulegt afl í samfélaginu. Þetta eru allt saman fólk sem er eiginlega að segja að það vanti meiri hörku í stríðið. Já, það eru alls konar stuttbuxna sveitir til þarna eins og annar staðar. En semst Wagner gagnrýni hans, Putin. Hún er ekki, Prigozhin, það er ekki það sama og má merkja á ólíkum áherslum í innsta hring Putins eða þessum herblokkurum. Þannig að hann er algjör svona bara loose cannon sem dinglar á dekkinu og skýtur í allar. Já, það er ekki gott að átt að sjá þau. Það er svo mikil ringulreið á málflutningi manna núna í kringu þetta og þú sér bara á Vesturlöndum þá eru fjölmiðlar nánast bara hlægilegir. En ég á von á því að þetta skýrist nú. Það er til dæmis eitt af því sem að stendur upp úr þeim að þetta sé stórkostlegur nekkir fyrir valdakerfi Pútins. Já, hvað segir því? Það getur þýtt alveg þveröfugt. Hann sé einmitt að ná tökum á ástandi sem var orðið mjög hæpið. Og það er nú menn vísa til þess að í ávarpinu í hádeginu segir hann að þetta sé föðurlandsvik og því verið refsað. Já. Svo kvöldmandarleitið að þá er hann rólegur og það er gerður samningur að foringi uppreisnarmanna megi eiga góða daga í Belarus. Já, það er bara þannig að hann hótaði öllu illu og uppreisnin svokallaða hún konaði niður og þegar það gerist þá er Putin ánægður. Ég sé nú ekki annað en að það sé styrkur í því. Já, öfugt það sem er sagt hér, þetta sé upphafið að ég sá einn fyrirsögnin var og mjög víða reyndar, það er skrifað með sama tón í víða í fjölmiðlum á Vesturlöndum. Það var upphafið að enda Putin. Þú myndir ekki draga þá ályktun. Já, ég sé nú bara Putin er orðin 73 ára gamall og hann hlýtur nú að fara að draga sig í hlérfljótlega. Já, allt svona er náttúrulega bara einhvers konar óskhyggja og framhald af einhvers konar
áróðri sem hefur verið búin til áður. Ég hef ekki mikla trú á því, en ég held hins vegar að hérna, sko þessi átök í Úkraínu, þau hljóta að leiða til þess að það verður samið fyrir það síðar. Það getur ekki gengið að Bandaríkjamenn sem eru hinum yfir Atlantshafið sé að reka stríð í miðri Evrópu. Það bara gengur ekki upp. Fyrir það síðar, þá hlýtur að því að koma að Bandaríkjamenn segja, já, nú verðum við að semja. En það er erfitt að sjá hvað þeirri samningar eru. Úkrænumenn segja að ekki geta sesta samningaborðinu fyrir að rússneski herinn er farin af úkrænsku landi og þar með talið Krím. Rússar á móti segja að þeir get ekki samið nema ljóst sé að Úkræna verði hlutlaust land. Úkrænumenn segja að eina leið þeirra til þess að lifa í friði við hliðina á Rússlandi sé að ganga í NATO. Það sem Úkrænumenn segja þetta, það verður ekki friðargrundvöllur. Það er mjög einfalt. Það sem að mun gilda er það sem Bandaríkjamenn segja. Þeir vildu ekki friðarsamningarna í Minsk og það sem þeir munu segja, það er það sem mun hugsanlega koma á friði. Þannig að stríðið heldur áfram, þar til að Bandaríkjamenn telja sig að hafa haga friði. Það er ekki víst að þeir hafa hagaði en þeir neyðast hugsanlega til þess. Herðu, ýmislegt hefur verið sagt, það er að þetta sýni veikleika Pútins. Annað er það að innrásinn og eiginlega bara allt sem að tengist Rússlandi sé bara afleiðing af einhverju sturlun Pútins. Ef að hann segjum að hann myndur rakka upp að núna, hver tæki við sem... Það er venjulega í þessari aðferð að persónu gera hlutina. Það er til þess að þurfa ekki að rökræða þá. Ég vísa öllum slíkum kenningum á bug. Hvað myndi gerast ef að Pútín myndi rakka upp af? Já, það myndi einfaldlega vera valinn nýr forystumæður. Úr þessum einstakjarna? Að öllum líkindu, já. Það er að vísu, Pútín hefur verið og þeir í þessum einstakjarna, þeir hafa verið að velja menn annar stað frá. Eins og Mishustin, hann er fjármálaráðherra. Nei, fyrir ekki forsætisráðherra. Og hann er Moskvumaður. Og hann er ekki úr þessum hópi Silovika sem að voru. Ekki nema þessi orðin Siloviki núna í gegnum sína vinnu. En hann er af svolítið öðrum toga. Heldur en til dæmis Pútín og Medvedev. Þannig þeir geta valið einhverja og lyft til valda einhverju sem er ekki hluti á gömlu klíkunni. Guð mig góður. Það er eitt af því sem er líka einkenni á Rússlandi sem að gera það verkum að það er svolítið líkara Íslandi heldur en kannski mörgum Evrópulöndum. Það er 1000 ára saga og það til dæmis skiptir máli, það eru ættir manna. Sumir til dæmis áhrifamikill maður heitir Naryshkin. Hann er að sömu ætt og móðir Péturs Mikla. Ættirnar eru lifandi í rússnesku samfélagi. Þetta er alveg eins og hjá okkur. Og þetta er í svona gömlum þjóðfélögum eins og á Íslandi og í Rússlandi og ég myndi að sér það að þeir geti ekki valið sér höfðingja. Það verði eitthvað vandamál, það er nánast fyndið. Nei, og það er ekki stefnubreyting og ef það verið stefnubreyting það er allt annað mál. Það getur vel verið að það verði stefnubreyting að einhver leyti það er til dæmis eitt af því sem er augljóst mál er að í Rússlandi líki lýðræði þá verði ég að nota annað orð sem ég nota frekar það ríkir svona flokksræði eins og hjá okkur mjög svipa kerfi nema hvað að atkvæða fjöldi á baku hvern þingmann í Rússlandi er miklu réttlátara heldur en hjá okkur. Við erum með bölvaða galla í okkar þingskipulagi. Og það er vafasamt talning líka í Rússlandi eins og Íslandi upp í Borgarnesi? Já, bara við höfum það. Það er allstaðar. En það sem að skiptir mestu máli í þessu er að Rússarnir eru með lýðræðissamfélag sem að kemur upp úr þessu þegar þetta losa sig við kommunismann þegar flokkurinn er ekki lengur með einveldi heldur er þing og hér menn kjósa til þings svona í þeim dúr
alls konar gallar á því eins og hjá okkur, en það sem er aðfinnsluvert og það sem er gallað og það sem er verra heldur en hjá okkur, það er réttaríkið. Réttaríkið í Rússlandi er menngallað og það stafar af arfinum frá kommunismunum. Að skipun í dómstóla, þetta er tóm vitleysa og stór hættulegt. Það eru góðar kvikmyndir sem hafa verið gerðar gallana í réttaríkinu. Það er til dæmis kvikmyndin Levitsjan. Já, algjörlega frábær mynd. Frábær mynd, það sem einmitt er lýst því hvað gallarnir við réttarfarið eru miklir. Og bæði Pútín og Medvedev sem eru doktorar í lögum, þeir hafa báði listi yfir að þeir ætla að berjast fyrir umbótum á réttarkerfinu í Rússlandi. En ég er Guðmundur, þeir eru búin að vera við völd svolítið lengi og það er ekkert að frétta, sko. Og þeir hafa ekkert gert. Nei, það er svolítið eins og hjá okkur. Þú þekkir þetta? Herðu, að því að þú ert nú hagfræðingur, þá er, hafa menn haldið fram, ekki bara núna út af þessu laugadegi, heldur löngu áður, að kostnaðurinn við stríðið væri svo mikill fyrir rússneskt efnahagslíf að Rússar þola ekki þetta stríð og það geti fallið saman út af þunga stríðsins. Þeir ráðu ekki við þetta. Þeir ráðu ekki við að framleiða hergögn í þetta. Kostnaðurinn við stríðið er svo mikill að það verður efnahagsleg stöðnun og hvað segir þessu? Já, þetta er alveg eðlilegar hugmyndir, held ég. Og það er alveg á samhátt eðlilegt að Bandaríkjum ráð ekki við þetta sem þeir eru að gera. Þeir bera 75-80% af kostnaðinu við NATO. Og ég hugsa þeir séu með 90% af kostnaðinu við hernaðin í Úkraínu. Já, ekki bara hernaðin, heldur eru þau líka að styrkja Úkraínustjórn til þess að halda bara skólakerfinu gangandi og bara halda samfélaginu uppi, því að það náttúrulega er stríð inn í landinu. Já, og þetta er mjög dýrt. Og það getur vel verið að Rússar kikni undan þessum herkostnaði. En það eru menn sem haldaði fram að þetta sé mjög að sliga Bandaríkjumenn. Herðu, maðurinn sem að fór í útlegð til Belarús, heldur að hann lifi lengi nú Pútín hefur einfallega drepið andstæðinga sína? Já, það er að segja stofnanir sem að tengjast Pútín hafa drepið ýmsa sem hafa verið með múður. Já. Það er eins og annars staðar. Þannig við verðum að eigna honum ábyrgðina, eða ekki? Já, það er eins og annars staðar að þegar bandarískir aðilar drepa með þá, við skulum segja þegar að Julian Assange hefur verið settur inn, það ekki á... Já, en það er bara svona, ég veit að Bandaríkin eru ekki barnanna bestir, en ef við tölum bara heldur að hann muni láta þannig að mann vera? Já. Ég veit ekki, það er svolítið vafasamt. Ég hugsa að hann geti greitt á því að láta hann sprikla. Já. Hann getur alveg hugsa sér það. Það eru ýmsir sem að hafa verið óþægir sem að hafa fengið að fara úr landi. Við skulum segja til dæmis dóttir Jeltsin og Tjúbæs. Þetta fólk hefur fengið að fara. Eitt af því sem hefur verið í fréttunum núna helgina og í dag er svona það að Prigozhin njóti svona einhvern svona alþýðuhylli. Þú kannast við svona myndir af fólki að taka selfie með honum, viðtöl við fólk í Rostov sem að segir að þetta séu föðurlandsvinir og eins og að við vinkona mín í Rostov, hún segir að þetta séu föðurlandsvinir sem hafi fórnað miklu fyrir föðurlandi og þau líta bara á þessa stríðsmenn sem sína menn. Já. Í flestum löndum þá er svona meðal alþýðu manna svona óþol gagnvart stjórnvöldum, alveg sama þótt að það njóti stuðning eða fólk kjósi það og ég bara efast ekki annað en að það sé sveitir Rússlands og smerri borgir og stærri borgir sé ákveðið svona óþol gagnvart valdunni í Kreml. Er enga líku til þess að Prigozhin geti svona spilað inn á þetta, að hann sé vinur litla mannsins
Hann er einfallega ekki pólitísk. Ég veit að þú myndir ekki kjósa þetta. Nei, já sko, hann er bara ekki pólitísk fígúra. Hann er ekki með neina stefnu. Nei. Það er bara svoleiðis. Upp á hvað býður hann? Við getum sagt að þetta er svona svipað eins og með íslenska stjórnarandstöðu. Hún hefur eiginlega enga stefnu. Hún býður ekki upp á neitt. Samfylkingin þetta er ennsta fólk með 30% fylgi í skoðanakönnunum. En hvað bjóður upp á? Veist þú það? Æ minna, það er nú bara þannig að það er orðið erfiður að fá samfélgingafólk til að tala pólitík, þau er svo hrættum að þið getur eyðilagt þetta. Já. Ég held að þau ætla að halda í sér andanum í 2,5 ár. Já, það er bara, þeir studdu ekki Eflingu, þeir studdu ekki BSRB, þeir bara styðja ekki láglaunafólk, það er bara þannig. Og tjá sig ekki yfirlýsingar Bjarnar Benediktssonar flóttamenn, tjá sig ekki hvalinn, tjá sig yfirleitt ekki nein ágreiningsmál í samfélaginu. Ég get ekki séð að þeir hafi nokkur stefnu. Og þetta er í sjálf sér alveg það sama með hina stjórnarandstöðuflokkana að þeir hafa enga sérstakar stefnu upp á hvað bjóða þeir. En Guðmundur, þú ert að líka þessu fólki saman við stjórnenda Wagner-sveitana sem eru skilgreið sem terroristasamtök? Ég veit að sko í Rússlandi eru margir sem eru í andvígir stjórnvöldum. Það er fólk sem hefur bæðis rithöfundar og hugsiðir sem að berjast gegn stjórnvöldum. Þeir eiga að vísu ekki í mörg hús að venda því að þessi stjórnmálflokkar sem hafa verið í stjórnarandstöðu þeir hafa gufað upp og trénast og það er, ég veit það ekki, ég hef verið að binda vonir við ýmsar svona hópa en það er ekki björgulegt þegar ég fer yfir þessa flokkar sem að þeir eru flestir sko flokkar sem ná einhverjum krafti, þeir eru óðara konur í samvinnu við Putin. Við skulum segja til dæmis flokkurinn sem kallaði sig sósíaldemokrata, það er að segja flokkur Žirinovskis. Hann vann tölverða sigra, var komið með tölvert fylgi, Žirinovski, en leið og hann var búin að vinna sigur í kosningu, þá var hann komin í brall með Putin. Eins og gerist oft hér menn þetta bara í bralli með sjálfstæðanum eins og sömur Herðu, Guðmundur, þú tala svolítið umfjöllun í vestrænum fjölmiðlum og það er eitt af einkennum þessa stríðs að það er ótrúlegu svona verður mjög fljótt svona samhljómur með öllu sem það segir. Ég hafði sambandið í dag að því að ég hafði verið að fylgjast með fréttum svona helgina og tók eftir því að Blinken tjáði sig það sem hann var að túlka hvað hefði gerst, hvað þetta þýddi og svo var ég bara að flakka á milli í útastöða og smátt og smátt þá voru alveg sama hvaða sérfræðingur að kalla það til, hann talaði það sem að Blinken sagði. Ríkisútvarpið. Já, bara allir segja það sama á Blinken. Hvað er að gerast í okkar heimsluta? Já, þetta er bara stjórnað af Pentagon stjórnar umræðinni. En ekki stjórnar Pentagon hvað einhverju álitsgjafar í einhverjum héraðsfréttastöðum upp á Íslandi er að hvernig geraði það? Jú, það gerist þannig að starfsmenn í þessum fjölmiðlum eru yfirleitt illa launaðir og ekki mjög menntaðir, tala ekki mörg erlend mál, tala valla ensku og þegar þeir fara að segja fréttir þá hafa þeir ekkert annað heldur en New York Times og Washington Post og svo framvegis og þessa fjölmiðla hefur Pentagon sín valdi. Þannig gerist þetta. Þetta eru fjölmiðla sem aldrei myndu fara gegn ríkjandi stefnu bandaríska stjórnvalda. Þeir bergmála þar sem að þeim er sagt og svo eru og enn síður í dag þegar þeir eru orðnir veikir og veikburðar. Já, það er alveg rétt því að þessi fjölmiðlar, þessi prentmiðlar svokölluðu þeir eru á svona fallanda fæti, ef við getum orðað þannig. Við sjáum til dæmis að CNN, þetta já, ég veit það ekki, ég á vona á því að þeir fara á hausinn fljótlega. En þegar þú talar að Putin hafi verið góður fyrir efnahaginn í Rússlandi. Já. Það sögðu menn nú Hitler líka í Þriðja ríkinu. Það sögðu menn Erdogan í Tyrklandi. Akkúrat. Þú segir þetta og þá farum við mikla skammir. Já, það getur vel verið, en þetta er bara staðreynd.
Og þegar þú ert tregur að viðurkenna hér að Pútín drepi andstæðinga sína, segir, að það var þetta skammaði líka fyrir það. Já, ég bara segi sem svo að stjórnvöld eru sökuð að drepa andstæðinga sína allan heim. Ég tek ekki svona sögum neitt trúanlegan sérstaklega. Ég lít ekki þannig á að það sé Biden Bandaríkjaforseti sem stendur á bak ofsóknu gegn honum Assange. Ég gerir það ekki. Það sé ekki Biden? Nei, það er ekki Biden. Heldur? Já, þetta er bara pólitískt ástand í Bretlandi og Bandaríkjunum. Það er það sem leiðir til þessa, þeir sem ráða ferðinni. Kraftakallarnir í Bandaríkjunum og Bretlandi, það eru þeir sem ætla að drepa Assange. Og það er dálítið langt gengið að þú dregur alltaf einhverja stjórnmálamenn til ábyrgðar. Það kann að vera, en ekki alltaf. Þannig að hryllilegt ástand í Úkraínu, sem er verið að eyðileggja landið, eru átök kraftakalla fyrir vestan og austan. Já. Eins og ég sagði, ég átti ekki von á þessari innrás. Ég hefði getað skilið hana 2015. Af því að það var í raun og veru, þá höfðu menn ástæðu. En af hverju fara þeir þá inn, kraftakallandir? Ég held að það sé pólitískt ástand í Rússlandi sem knýja þá til þess. Það er að segja almenningur sér hvað er að gerast og þeir eiga fullt af ættingum í Úkraínu. Og þeir vita að það er verið að sprengja upp allt í tætlur í Donbass. Eins og borgin Búkna sem allir rúst. Svo segja til dæmis, nú koma kemur fína góða fólki, það kemur saman og ákveður að búa til skýrslu yfir tjón í Úkraínu sem Rússar eiga að borga. Þá segir maður, hvaða tjón er það? Jú, það er yfirleitt byggingar sem að Rússar hafa sjálfur byggt. Og Úkraínu sprengt. Já, nú Rússar að fara að borga það aftur. Ég þekki ekki. Þetta er þvæla. Sko, þú sér að þetta valdafólk sem kom hingað, það tekur þátt í einhverjum skrýpaleik sem er bara þvæla. Í miður. Og okkur er svolítið óljóst hver er raunverulega þráður þessara sögu. Jú, þetta er bara eitthvað áróðsrugl. Og þú verður að segja almenningur hann finnur að það er ekkert að baka þetta. Almenningur á Vesturlöndum? Hér á Íslandi. Og ég veit ekki, Íslandingar eru nú heldur svolítið ginnkæftir fyrir því sem þeir heyri í sjónvarpi. Herra Guðmundur, takk fyrir að koma hingað og ræða þennan skrýtna laugardag og hvað löngu forsuga baku þann og hvernig má túlka. Takk fyrir.